Góðan daginn, kæru vinir. Og við erum að koma saman til að gera eitthvað. Við erum svo stolt af mikrofónunum, en mér sýnist að hann sé að gefa mér bara aðra rásina. Það getur verið að þessi snúran, ég veit að ég er ekki búinn að gáfa því, en kannski er það bara eitthvað annað, en svona er lífið. Það færi manni bara aðra rásina stundum. En við erum ekki að baki dottinn vegna þess að við erum að fara að vinna verk og gera einhvað sem Drottinn vill að við gerum, og það er pottþétt, þetta er eitthvað skemmtilegt, gott og göfugt, en leifum honum bara fara í þá ferð sem hann vill sjálfur fara með okkur, og ég ætla ekkert að hlutast til það, en það svona þér að segja, og líklega hefur hún óttaði á því að ég geri það ekki þegar við erum að starfa saman, ég og herra minn. Og bara leyfi ég þess að malla í þá átt sem hann vill, og trúi því bara að það verði einhvern gagn að því. En hvað það, að þá erum við saman komin hér, og sem okkar höfum alveg hræðilegar áhyggjur af þessu stríði sem að geisar í Úkraínu, og auðvitað vildum við öll að þar væri ekki stríð. Við vildum öll að hvergi væri til neitt sem héti stríð, en við vitum að er út allt, og ef ekki eru stríð með byssum og vopnum, og þá eru við að stríða hvor gegn öðrum með einum öðrum hætti. Þannig þetta er út allt, þetta er alltaf, en sjáum við aðra og miklu stærri birtingamynd inn á milli, og þá sjáum við að manneskjan er nú til ýmsa hluta til ýmislegt, og við erum þessar manneskjur, er ekki? Við eigum oft í erjum og deilum hvort við annað, og meira að segja sum okkar er til í að ganga langt bara til þess að berja á öðru fólki. En við þurfum ekkert að vera neitt undrandi á því sem er að gerast. Þetta býr allt saman í okkur sjálfum, og er í okkur sjálfum, og ætti að vera, og er auðvitað og örugglega mörgum kristnum manni og konunni áveggin að boða Krist. Hann er lausnin. Var lausnin, er ennþá lausnin og verður áfram lausnin. Ég get svo sem verið með 1.000.001 skoðun á hvernig ég að gera þetta. En ég er ekki fyrsti maðurinn í jörðinni, og ég er heldur ekki fyrsti maðurinn í jörðinni sem hefur bent á ýmsar leiðir sem við förum til þess að gera frið. En okkur er ekkert neitt friður búinn fyrir við tökum við Jesú. Þó við séum búin að taka við Jesú og eigum frið í hjarta okkar, að þá erum við að upplifa allt það sem er í heiminu, því að við erum í heiminum eins og hann er, og þannig talar orð Guðs þess að veru okkar hér. En orð Guðs býður okkur það að við séum ekki lengur þáttakandur í neinu í heiminum, og ég get alveg sagt þér það, hvort sem það hneykslar þig eða gleður, að ég hef engar áhyggjur af þessu sem er að gerast, en ég segi þetta með þér og tek undir með þér með það að ég vildi að þetta væri ekki. Eins var það með COVID þegar það var að geisa hér, en nú sem betur fyrir á undanhaldi. Ég hafði aldrei neinar áhyggjur af COVID, og ég var nú svo heppinn að ég fekk COVID og vektist svolítið illa og hastarlega, en ég vissi alltaf að ég myndi komast aftur á þennan stað sem ég er á hér, til vinkonu minnar sem ég sitt hér í, og er í dag eitt besti vinur minn. Getur verið hún kvarti undan ofursetu minni í þessum stól, en það verður þá bara svo að vera. Það fer vel með mig, þessi vinkona fer vel með mig, og ég bið það þú eigi svona góða vinkonu líka, stóllinn. Hann er vinnur okkar allra. En það er nú eins með þessar stól eins og allt annað, að þeir eru nú misjafnir. Ég get ekki nota nema bara sömu stóla. Ég keypti stól daginn, ég ætla að segja smá stólasögur, þú hefur líka gaman að þeim, sem var svona flottur stóll, gamall draumur að rætast, en þannig útbúinn fyrir mig og aumt
bak mitt að ég gat bara ekki sitt í honum. Og ég vissi svo sem ástæðana fyrir því að þegar ég var krakki þá var ég að stúsast í kringum hesta, allir ekki verið svona 12-13 ára og vorum upp í Sörla í Hafnarfirði, þar kappreiða þar og það var einn styggur hestur sem við þurftum að fanga og ég vorum eldast við hann hann hljóp frá okkur alveg eins og gat í hvert skipti sem við nálguðumst hann og einu sinni sé ég hann hlaupa fyrir hest og ég hleyp undir hálsinn á öðrum hesti sem var þarna og hinn greið hann hljóp beint á mig og ég sá mig ekki bara fyrir ég byltist þarna og ég flaug upp í loftið og lenti með rófubeinið á steini og það var nú aldeilis ástæði til þess að öskra af sársauka maður, ég gerði það nú ekki og eftir það, ég hef verið svona 12 ára, já eitthvað svoleiðis þegar þetta gerist að þetta hefur ég hef alltaf vitað af þessu síðan og það gerir að verkum að ég eiginlega get ekki notað alla stóla þeir verða að vera alveg sérstaklega lagaðir því að ef þeir eru harðir, það getur verið flottir og fínir stólar og fínir fyrir þá sem geta notað þá ef þeir eru ekki mjúkir svona upp að vissu marki, þá get ég ekki notað þá og ég var með þennan svakalega flotta stólmaður og ég gafst upp á honum og þá keypti ég þessa vinkonu sem hefur verið mér til mikils þægilegs ilms og þetta er Lazyboy stóll svo auglýsi þá og allir þetta sé ekki fjórði Lazyboy stóllin sem að ég hef átt og þeir hafa allir reynst mér svona ég geta notað þá og bara þeir fara vel með mig þannig að ég get alveg mælt með Lazyboy fyrir mann eða konu sem hefur lent í sama og var að sækja hest stikkan og hlaup undir hálsinn á öðrum hesti og fyrir hann og hestgreiði náttúrulega bara beint á viðkomandi og hann flög upp í loftið og lenti á stein sem var óhefni þetta hefði sjálfsagt mátt laga þetta en ég talaði aldrei þetta við neitt og staulaðist heim illan leik og svo bara ég þetta með sjálfum mér eins og var aldrei neitt að tala þetta og svo þetta bara lagaðist þetta svona rólhautunum upp að ákveðnum marki og ég finn ekki fyrir þessu nema þegar ef ég sit á vondum stað í vondum stól og lengi þá byrja ég að emja svolítið með sjálfum mér þetta hefur fylgt mér meira og minna alla ævi en þess vegna vel ég alveg sérstaka stóla til að nota og sitja í og kannski þetta ráð til þín þú sem ert í einhverjum svona meinsendum að kannski þarf þetta að skoða það sem þú ert það sem uppáhaldið þitt í formi stóla við þurfum að velja svolítið undir okkur og fyrir okkur sem hentar okkur og þá ekkert annað annað að ræða en að bara leita fyrir sér og versla sér þá það sem að hentar og þú veist að hentar og gengur en þessir stólar, þetta eru líka leið alvöru stólar, ég tek það fram að þeir kosta svolítið en þeir eru á mjög misjöfnum verðum en enginn af þeim getur maður sagt að sé ódýr stóll þú getur farið alveg upp í 100.000 með Lazyboy en þú getur líka fengið þá miklu ódýrari og ég nú svona útsölu kall og býð alltaf eftir útsölum og öllu svona og svo þegar útsölu og mig vantar þá var nú helst þá sem að ég kaupi og þá verður ofta ennþá læra verði svona maður nú nískur en það verður víst hver að fá að hafa þetta eins og hann vill og ég eitt svona það var eins með útsölurnar í gamla daga maður beið alltaf eftir þessum útsölum þetta var 3 ári á Íslandi það mátti ekki lögum samkvæmt vera með útsölur nema á vissum tímum á ári það búið að breyta því eins og svo mörgum öðru útsölur voru eftir áramót ég man þetta rétt og svo aftur á haustin þá voru útsölur og útsalg sá maður í gluggum erlendis en núna eru bara menn með útsölur þegar þetta sjálfum í hug og þetta átt að vera þannig þetta á að vera bara þannig að sá sem að stjórnar og á verslan hann átt að bara ráða því hvernig versluninnar á að líta út frá degi til dags þá ekkert yfirvalda þurfa að neitt að vera með puttana í því
en það gerði það nú lengi vel og stjórnaði hér öll og stýrði og gerir það að sjálfsögðu en samt ekki kannski alveg bara frá A til Ö. En yfirvalda í raun að bara skammta og búa til ramman. Það svona hlutverk yfirvalda en ekki að reka verslanir fyrir hvort sem Pétur eða Pál. En það nú alltaf verið að reyna að gera þetta frjálsara og það hefur nú aldeilis verið lyft grettistæki í þeim málum öllum og við erum að lifa allt annað umhverfi en einu sinni var. Og við getum þakka fyrir það sjá það ekki allir kannski, en við getum þakka fyrir margt hérna í þessu landi sem aðri státa ekki af. Það þetta trúfrelsi. Hvað segir þú trúfrelsi? Finnst þér það vera eitthvað til þess að pæli í? Já, ef þú hefur eitthvað skoðun og því ef þú hefur eitthvað það að segja, þá tekur undir að þú viljir hafa trúfrelsi. Og hvað trúfrelsi? Það segir við mig, Konráð, þú ræður sjálfur hverju þú trúir. Auðvitað ræður maður því sjálfur strangt til teki hverju maður trúir og auðvitað það í grunninn þannig að það með þeim hætti, en í sömum löndum væri hægt að ofsækja þig fyrir þessa trú eða hinnar. En að því að í lögum Íslands eru ákvæði uppi og skýr lagabókstafur að svoleiðis ekki leyft hér. Þannig ef að einhver ræðst á þig fyrir þína trú, að þá geturðu, ef þú vilt, stutti lagabókstafnum og það væri hægt að sækja viðkomandi til saka fyrir það að veita þér þessa ofsókn. En í sömum löndum þá ekki trúfrelsi og sum trú bönnuð. Kannski öll trú bönnuð sumstaðar og þar sem þú ert að iðka trú máttu búast í því þegar þú iðka þína trú með öðrum að inn komi opinberir aðilar og taki þetta fanga. Og ég segi þér það að margir af þessu margt af trú að fólki hefur verið tekið að lífi fyrir sína trú. Þetta svo alvarlegt. Þannig við sjáum gagnsemi í lagabókstaf sem talar trúfrelsi. Hann alveg augljós. En þetta þurfum við að sjá. Þetta þurfum við að viðurkenna og þetta viljum við vera undir. Þar að segja, ef við leyfum okkur í eitt skipti að hugsa með þessum hætti. Við sjáum bara suma af okkur, þetta gildir ekkert alla, þetta kemur alltaf annars slæðu. Við sjáum einhverja aura sem þessir menn að fá og konur, þetta fólk að fá. Og það nú víst þannig að ef þú stofnar eitthvað samfélag, þá getur þú fengið og þú skráir það eins og á að skráða, þá getur þú sótt eða hvort þú fáir það bara gratíst, ég veit ekki hvernig þetta En hver haus, eins og sagt það borgað með honum. Þetta geta verið ég veit reyndar ekkert það hvernig hátt, en ég veit að þetta ekki nein ósköp. Og ég veit það líka að þetta nægir ekkert svona samfélagi til þess að reka sig eitt og sér en ekki hugsa til þess að reka samfélagi, heldur til þess að hjálpa til við að reka samfélag og þannig við sjáum að lagabókstafurinn góður. Við viljum höggva í þetta, það að segja þeir sem ekkert inn á þessari línu. Mér alveg saman þessi íþróttafélög að því ég stund ekkert íþróttir og mér alveg saman íþróttir og mér var alveg sama þó að væri ekki verið að veita neinu fyrir þangað. En þeir sem þeim megin og aðhyllast þeir að vilja að þanga sig meira veitt. Ekki svo að skilja að ég sé neitt að fara fram á það að þessi meira veitt inn í þessi samfélög í gegnum þetta trúfrelsi og stuðningir sem að hefði opinbera setu fram lögum samkvæmt, takt eftir því, ég ekkert að segja að það neitt að hækka. En ég ekkert rosalega hrifinn ef það færi. En ef það vilji fólksins að það fari, þá náttúrulega bara ferða. Það gerir að vísu rekstur þessara starfa erfiðari, en þau myndu einhvern veginn bjarga sér þrátt fyrir það. Því að þess ekkert af þessum samfélögum neitt eitthvað ofurrík samfélög
vaðandi peningum, þó stundu sín og tala með þeim hætti, þá var það tóm vitleysa. Ég get lofað þér því, ég þekki þetta mjög vel sjálfur. Ég er búin að vera inn í þessum samfélögum í áratugi og veit alveg hvað þetta snýst. Þannig ég tala alveg að reynslu. En ég sem sagt aðhyllist trúfrelsi að því ég veit gagnsemi trúfrelsisins og ég veit fólk, þó ég þekki það ekki persónulega, sem ekkert á sama stað og ég. Það trúir á Jesú eins og ég trúi á, og ég get farið hvernig sem ég vill og ræktað mitt samfélag við Jesús, en það til fólk bara í þessum töluðum orðum sem bara aldeilis ekkert svo heppið. Þetta eitthvað minna fólk en ég? Nei. En það býr við aðrar ytri aðstæður en ég og þar skilur á milli, eins og alltaf áður. Og þetta fólk, ég nokkuð viss það að þetta fólk sem þannig ofsótt vegna trúar sinnar því afskaplega þakklátt ef að það kemist á í því landi að það sett lög trú, frelsi mann og kvenna. En það ekki alls staðar það sem að slíkt mögulegt, því að þetta með trúfrelsið algjörlega andstætt þessum og hinum stjórnvaldi, og meðan svo þá þeir ekki trúfrelsi. Og þá mega þeir eiga von á sem að stunda trúfrelsi að verða ofsóttir, ekki bara Pétri og Páli, heldur að yfirvöldum, og það miklu alvarlegra heldur en ofsóknir frá Pétri og Páli. Það svo sem alveg nógu slæmt, en ekkert til jafns við hitt, því að yfirvald yfirvald og það hefur bara leyfi til þess að vaða inn á menn, inn á heimili manna með réttum aðferðum og hirða bara út liðið og sé bannað að rækta kristna trú, og það kemst kvittur að þarna sé verið að stunda þessa trú, að þá þurfa þeir líklega ekkert annað en að hringja út einhverja ákveðna menn og segja þeim frá þessu og skipa þeim leið að fara þangað og taka þetta fólk til fanga. Hugsið ykkur þvæluna sem í gangi, að þú mátt svo sem segja hvað sem þú vilt eða svona upp undir það, en þú ætlar að rækta trú, segja Jesús, halleluja og amen, þá ertu komin í hættu. Finnst þér þetta alveg út úr kú að segja þetta? Kannski, en þetta raunveruleiki fjölda manna út allan heim. En svo að því að við erum ekki þarna og sjáum ofsjónum yfir þessum smáurum sem þessi samfélög er að fá úr ríkissjóðunum. Ég held að þessu fólki myndi vefjast tunga tönn eða vissi hvað það væri að tala og hvað slíkt kostaði eða gæti kostað. Við erum með stjórnvöld sem nú svona hlýð fólkinu, og það hafa ekki verið mikið beinar ofsóknir af völdum íslenskra stjórnvalda, þó að sjálfsagt megi finna þessi merki, og merki auðvitað of mikið ef einhver táknaði eitthvað hefur gerst í þá veru, þá það auðvitað allt of mikið. Þá má kannski segja það að stjórnvöld hafi beitt sér gegn þeim sem svo kallað ollu bankahruninu 2008 og ofsóttu þessa menn, bara stunguðum í fangelsið og dæmdu, og þeir sluppu aftur og voru svo aftur teknir sömu menn og voru svona þvæla í gangi. En þetta reyndar ekki lengur núna, menn eru loksins búnir að komast yfir það, en þetta í gangi og þetta ekkert grín fyrir þessa menn þegar stjórnvöld sjálf beita sér svona. En þetta eru stjórnvöld að gera það sem ekki trúfrelsi, og ef þeir vilja það sjálf, og þeir beita þessu vopni sínu oft, og menn sem eru að rækta trú undir þessu álagi vita af því og gera ráðstafanir til þess að verja sig gegn þessu. Við höfum heyrt sögur til að mynda frá Kína þar sem ekki má segja orðið Jesús, þá verður allt vitlaust. En þar eru auðvitað kristnir menn og sem elska sinn Herra, og að því þeir elska sinn Herra þá koma þeir saman til þess að lofa sinn Guð.
og þeir eru það í kjallurum eða upp á heima á einhverjum eða eitthvað og einhver sagði mér það einu sinni að þeir fengi þjálfun í því að stökkva á hana 3. hæð ef að kemi innrás og þess að brjóta á sig lappirna. Þetta er ekkert líf, þetta er ekkert vit, en þetta er veruleiki af því það er ekki allstað trúfrelsi. Það er gott að ég heyra þetta. Ég veit ekki hvað við höfum gott af að heyra, en þetta er raunveruleiki stórs hóps mann og kvenna út í heimi í þessum töluðum orðum bara hér og nú. Þannig að margt sem við þurfum að svona velta fyrir okkur og margt sem við megum alveg skoða og kynna okkur og vita af og gera. En við þurfum þá að gera það með réttum hætti og við gerum það að því við vitum aðeins meira. Þannig að við búum vel á Íslandi og svona ef að strangt til tekið og ef að svona ætti að fara að ræða það mál svona í einhver alvöru og menn væru konni með þetta inn á þing bara til þess að afnema trúfrelsi, þá hugsa ég nú að fleiri en ég myndu segja hingað ekki lengra, við skulum halda þessu. Jafnir þó við þurfum að setja fram einhverja aura inn í þetta og þá er það allt í lagi. En ég segi það að þetta eru einhvern veginn að þær upphæðir það skipta máli, það skiptir allt máli þegar þú þarft að hafa fyrir því frá degi til dags að reka svona samfélag, þá skiptir þetta máli þeir aurar sem að þó eru til, hvort sem þeir koma frá ríkjun eða okkur í þessum söfnuðum, því að þannig er það nú líka að þessi söfnuði þeir eru mest reknir af fólkinu innan vébanda safnaðana. En það er engin skyldur til að gefa, það er ætlast til þess að menn gefi í baukinn, en það er engin skyldur, það er engu vísað út fyrir að hafa aldrei gefið, en það væri þó mjög rangt og það væri þó mjög einkennilegt viðhorf ef það er. Ég veit svo sem ekkert hvað menn gera og hvað menn segja, en það væri mjög röng viðbrögð að tala með þeim hætti, allt annað er að hvetja og það er rétt hvatning og það er að gera það, því ef ég er í söfniði sem ég þá í raun er ég að skuldbunda mig til þess að vera leið þáttakandi í að reka þetta. Og hvernig reki ég þetta? Með peningunum mínum með þetta, eins og þú borgar bílatryggingarna þína með peningunum þínum. Mér er sagt að ég eigi eitthvað í þessu, en ég lít nú ekki þannig á það, ég sé einhver eigandi að þessu og mér er raun alveg sama sjálfum einhverja eigna aðild að þessu og öðru. Það er bara, kemur mér ekkert við. Ég hef greitt 10. Ég sé ekki til 5 á þessari 10. Og ég hef aldrei velt því fyrir mér hvort að sé farið vel með illa með þessar 10. Ég bara er á þeim stað, ég treysti Guði. Hann setti mig inn í þennan söfnuð og ég er þar vegna þess að ég treysti Guði. Ég vil gera vilja Guðs og ég veit að vilji Guðs er að ég sé þarna inn í þessu söfnuð, en ég hef gefið út 1.000.001 yfirlýsing það leið og hann segir eitthvað annað þá er ég farin og það mun gerast. En á meðan að talar ekki neitt í þá veru, þá verð ég hvort sem mér líkar það betur eða verð, og alveg eins og allir aðrir líklega, ég er náttúrulega að tala bara fyrir sjálfum, þá hefur maður oft þurft að berjast við sjálfan sig hvort maður vilji þetta eða ekki. Þetta er að vera trúaður maður, það er þessi barátta af hverju. Við erum bara menn og við þurfum að takast á við ýmislegt sem menn og verðum alltaf með þeim hætti, bara menn. En við erum fólk sem að getum valið gott og illt, og þegar maður hefur trúna í hjartasínu þá erum maður leið oftar að velja það sem er réttar og maður les Biblíuna sem að hvetur mann til að rétt, og þannig er maður að mata sjálfan sig á þessu og svona verður þetta góða tamara heldur en hitt. Það er alveg eðlilegt þegar við ættum undir þessu afli sem heitir Jesús og við tölum og reynum og upplifum að það er kærleikur í gegn. Það er ekkert vont sem kemur þaðan, aldrei. En við vitum hins vegar að hann vill aga og hann vill kenna fólki
hann vil stinga á kýlin sem er út allt og menn eru jafnvel farnir að sætta sig við og eru bara vissir að eigi að vera þarna. Kýli verður alltaf kýli og þegar er búið að stinga á það og reynsa út úr kýlinu þá sjáum við að þetta var eitthvað sem hefði þurft að fara og við verðum þakklátt fyrir að það er farið. Við erum svo grunn hugsuð oft að við sjáum ekki svona laga að það er svo auðvelt með tímanum að fara út í eitthvað farveg með einhvað og tala hann ekki að því að við fylgjum svo oft bara bylgjunni þegar hún kemur og fer í austur eða vestur og norður eða söður eða hvernig sem það er og við erum alltaf á þessum bylgjum út og söður. Svo kemur Kristur inn og stoppar þetta, þá hættir þetta, þá er þetta ekki lengur það sem við viljum. Við höfum stefnu og Drottinn setti stefnuna, ekki ég. Drottinn setti stefnuna. Það heitir að vera dáinn sjálfum sér og hvernig lýstir það á hugsun að vera dáinn sjálfum sér. Drottinn hvetur til þess að við deyjum sjálfum okkur. Það er alveg hægt ef við verðum að gera það, ef við verðum að vilja það, ef við verðum að gera meira en að segja það, við verðum að lifa þetta. Er það hægt? Ég hef nú lifað þetta í 30 ári og þetta er alveg hægt. Og þetta hefur breytt mér alveg frá að til öð. Það get ég fullir. En ég er ekkert að segja það neitt þess að þér líki við mig, þú mátt bara hafa þína skoðun á mér eins og þú vilt. Í raun er mér alveg samum hana. En ég þjóna Guði og ég er Guðsmanneskja og hvet þig og aðra til þess að vera líka Guðsmanneskja og það hef ég séð með sjálfa mig að þrátt fyrir það að vera heilsteypt Guðsmanneskja þá er maður með allt í sér sem maður hefur alltaf verið og þarf endalaust að vera að glíma við þetta og hitt til þess að, halda bara velli í trúnni. Þannig að þetta er ekki baráttulaust. Þetta er ekki eitthvað sem maður bara skellir skollerum við og bara veður með bundu fyrir augun áfram. Það er ekkert svoleiðis. Þú verður að vera með rökhugsununa algjörlega uppi. Og til að taka réttar ákvarðanir þá ertu vel að þér í orði Guðs, en þú verður að taka þessar ákvarðanir sem merkir það að þú þarft að vera lifandi manneskja hér og nú. Og ef þú ert ekki lifandi manneskja þá getur engi verið lifandi manneskja fyrir þig. Ég þarf að lifa mínu lífi, ég þarf að vera þessi lifandi manneskja og með Jesú í hjartanu mínu að þá líka tekst mér það og þá er ég það. Það er svo skemmtilegt við það að við lifa Guði er að við erum þessi lifandi manneskja sem að lifum innan frá og út og með Krist í sér þá lifum við innan frá út og það streymir frá okkur margt gott hvort sem er í formi orða eða hegðunar almennt og því get ég lofað þér að ég mun ekki taka undir allt sem að mér dynur, bara aldeilis ekki og ég hef reyndar aldrei gert það og þú líklega ekki heldur en ég mun ekki taka undir allt ekki heldur það sem menn temjast við og lát gera góðan að róma hvort sem er hjá öðrum eða sjálfum sér. Rangt er rangt. Akkur ætti ég ekki til að mynda að segja alkoholista sem er að fara með líf sitt bara út í dauðan að hann verði ætti að gera allt sem hann gæti til þess að komast frá þessu áfengi. Ekki svo að skilja hann viti ekki hvað hann eigi að gera. Þetta er auðvitað veikt fólk og stundum þarf annan til þess að viðkomandi komi sér frá þessu. Það er nú bara þannig að þar brýnir mann annan eins og alltaf er og í trúnni gildir sama að maður brýnir mann, ég brýnir þennan og þessi brýnir mig. Þannig er þetta, þannig virkar þetta og þannig virkar þetta almennt í lífi mann og kvenna. Það er svona. Þannig við erum ekkert að tala neina tala neitt óskiljanlegt mál. Að sjá þetta allir hvernig þetta er. Nei, vinir,
við vorum að tala hérna aðeins trúfrelsi. Ég er hlynntur trúfrelsi að ég veit hvað trúfrelsi merkir. Og ég kann því bara mjög vel að geta lofa minn drottin, einn eða með öðrum, á þess að eiga á hættu að eitthvað yfirvald gerir innrás og svo bara mínútu seinna erum við komið með handjárnum inn í bíl og liðið fangelsi. Þetta er hlutskipti allt og margra trúsískin okkar, bræður og systra. Þetta fólk eru trúsískin okkar og þau eru í raun bræður og systur okkar þó við vitum engin deili á þessu fólki. Þetta er bara það sem gerist í Jesú nafni, að við verðum ein fjölskylda með honum. Og það er ekki bara Hafnarfjörður sem er undir. Það er allur heimurinn undir þegar Jesús er annars vegar með þetta, hvað þetta varðar. Þannig að kínverski maðurinn og konan sem er að lofa Guð alveg svo ég geri, hann er í raun bróðir minn og systir. Ég þarf að muna eftir þessu fólki. Og ef ég gleymi þessu fólki þá mun drottin minna mig á þetta fólk. Af því hann lifir og hann lifir í mér. Og það eru margir sem kannski Kína sem að muna eftir okkur hérna upp á Íslandi. Kannski þekkja einhverja hérna á Íslandi því að menn í dag og fara nú víða líka þetta trúaða fólk og hitta bræður og systur hér og hvar í heiminum. Já, og taka þá þátt í verkum þeirra og fara út á göturnar með þeim og svo framvegis eins og okkur ber að gera. Við erum hvatninga þýleiti til ef við förum til dæmis erlendis eitthvað. Ég hef gert það en ég hef ekki gert það núna lengi. Að þá fer í gang ákveðið starf sem að þetta fólk kannski alla jafna er ekkert að sinna. En að því að það átti von á segjum fólki frá Íslandi og þá krefst það þetta ákveðins undirbúnings og þá líka er hægt að grípa gæsina að því hún er að gefast og skipuleggja eitthvað aðeins meira í kringum það því að hópur er að koma. Og við veitum að hópur gerir meira en ein manneskja. Hópur sem slíkur getur alveg lyft kraftaverki og leitt marga til trúar. Þannig bara er það. Þannig það er alveg eðlilegt að eitthvað fari í gang þegar svona hópar eru að koma. Ég fór einu sinni til Eystrasaltslandana, ekki til Úkraínu reyndar, en Eystrasaltslandana og sann eitthvað 30 manna hópi hérna frá Íslandi og við vorum á göttunum. Við vorum að boða trú og þetta fólk sem að þarna var með tjald, það er nú reyndar held ég komið í hús núna, þetta er nú dálítið langt síðan, eitthvað 1000 manna tjald og þar heldum við samkomur nokkrar. En á svona daginn, einhverjum part á deginu, þá vorum við út á göttunum og þetta var allt saman bara mjög skemmtilegt. Við fórum þarna sem sagt, svo fórum við á hérna Konfress, heitir það ekki, á öðrum stað og það fór í þetta hálfur mánuð, voru viku á hverjum stað. Sjálfum fannst mér miklu skemmtilegra að vera á fyrirstaðnum vegna þess að þar var maður mitt í aksjóninni. En Konfressin, þetta samkoma hérna stóra, hún var meira svona bara hlusta og sitja, svo sem góð og allt það. En hitt var miklu skemmtilegra, þar var maður beint í átökunum. Já, átökunni, ég vil nú ekki segja neina átök, en í boðuninu, hún er miklu skemmtilegra heldur en að bara hlusta. En þetta er eitt sem við lærum á trúnni og í trúnni, að þetta bæði þarf að vera uppi. Við þurfum að geta hlusta, við þurfum líka að geta farið. Og flestir kristnir menn sem að svona eru alvöru trúa fólk, þeir þekkja þetta að fara. En svo eru þeir kannski misjafnlega duglegir og úthald skóðir. Og upp á úthaldi að gera, það er svo margt sem getur skeð. Móðgun er mjög gjörn innan þess að raða þess okkar ágæta kristnu mannana. En hvað er ekki móðgun sitt vandamál? Móðgun gengur allstaðar með lífinu. Og okkur gengur móðgun svona vel að plumma sig, að því við erum svo viðkvæmt fólk. Og þó við séum kristnar manneskjur, þá fer þetta ekkert af okkur.
Við getum auðvitað beðið það og reynt að vinna okkur að buga á þessu og við gerum það og styrkjum okkur alveg helling í gegnum okkar trúargöngu, en að þetta fari alveg, það held ég að sé algjörlega útilokað. Við getum auðvitað staðið vörð þetta og ef við þekkjum nógu vel á okkur, þá kemur nú auðvitað fyrir að við sjáum að þetta að koma og við reynum einhvern veginn að snúa því frá okkur. Kannski tekst okkur það og kannski tekst okkur það oftar eftir því sem okkur gengur betur að eignast þessa trú og láta hana vaksa í okkur. En ég lofa því að þetta fer aldrei. Allar þessar tilfinningar sem þú hefur, þú munt ganga með þar áfram. Eina sem ég get sagt þú hefur allan möguleika til þess að hafa meiri stjórn á þeim en þú hingað til hefur haft, og það sigur. Og það það sem við getum gert og það það sem trúin vill vinna upp í okkur. En hún afnemur þetta ekki, því að tilfinningar og þessar sveiflur eru bara partur af hverri manneskju. Og þannig bara það. Þannig Drottinn ekki að taka þennan part úr okkur og þennan hluta af okkur. Nei, hann gefur okkur hins vegar með tímunum og tíðinni vald til þess að stjórna þessu betur en við höfum gert. Það sigurinn sem við erum að tala um. Þessna höldum við áfram að nema orð Guðs, vera undir afli orðs Guðs og lifa þessu lífi sem heitir kristna lífi, og svo með tímanum þá hættum við að spá í það hvað aðrir að sjá. Það svo mikil tímaeyðsla og sóun að vera að velta því mikið fyrir sig, en ég hygg að það séu allt og stór hópur sem bara fastur þar í hvað öðrum finnst eitt og annað sem viðkomandi að gera. Þannig við sjáum að við erum á réttri leið, svo fremi sem við leifum Guði bara vera Guð. En ég sé ekki klukkuna. Og ég búin að tala svona lengi? Ég búin að tala allt og lengi með það. Það svo gaman að tala. Herðu, ekki að segja þetta bara gott, ég veit að ef þú ekki sofnaður, þá ertu alveg við að sofna. En Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu yndislega verki áfram með nýja gamla mikrofónunum og á einni rás. En ég seti þetta bara í móno, þá heyrir þú í báðum hátalurum, þannig að það skiptir engum máli þannig. Ég þarf að skoða þetta samt, kannski þarf ég að skipta snúru ef ég á hana til. Í Jesú nafni.